Velkomin í Biblían á mannamáli. Við höldum áfram með þættin okkar og erum að skoða postulasöguna, svona sem inngangurinn að restinni af Nýja testamentinu og segir okkur hvernig allt þetta byrjaði með kirkjuna í kjölfar þess að Kristur deyr og reis frá dauðum og steig upp til himna. En ég er með smá móla sem langar að fjalla aðeins til hvatninga fyrir mörg okkar. Byrja að lesa hérna í Sálmi 107. Það segir svona: Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra, sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka Drottni miskunn hans og dásemdarverk hans við mannanna börn. Sálmur 107, 1921. Ég nefndi það í síðasta þætti að lífið væri skóli, þar sem námsefnið er kærleikur. Lífið er skóli, lífsferill okkar hér á jörð er skóli og við erum að læra að elska, við erum að læra að verða kærleikur. Lífið er allavega og snýst meir og minna það að taka réttar og góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf, fyrir fjölskylduna, fyrir aðra. Þeir sem eru ungir og hraustir gefa sér oft ekki mikinn tíma til að hugsa efri árin, hvað þá heldur eilífðina. Því þegar maður er tvítugur þá er maður bæði ódauðlegur og ósigrandi. En stöldur maður við þessa hugsun að lífið er skóli og námið er kærleikur. Fyrir hvað erum við þá að læra? Hvers vegna erum við á þessu ferðalagi? Og sína kærleika hér á jörð til okkar og allir kring til náungans, en er eitthvað meira? Er sagan bara búin þegar þetta líf hér á jörð er búið? Sum ykkar búið í líkama sem er orðinn mjög þreyttur af langri vegferð lífsins. Hnén eru sár, sum er búin að láta skipta hné í sér, og þess að verkurinn var alveg að fara með þau. Sjónin dvínar. Ég get sagt að vera sjálfa mig að ég var að fá mín fyrstu glerugu, eða fór í sjónmælingu sem ég fékk mín fyrstu glerugu til að keyra með og lesa með og svo framvegis. Sikkur glerugun, þurfti að fá sikkur glerugun í það. Sjónin dvínar, húðin vissi teygjanleikan. Hver kannast ekki við það? Önnur ykkar komi í heiminn og mættu erfiðleikum strax frá fæðingu. Þið þurftu ekki að bíða eftir efri árum til þess að mæta erfiðleikunum. Ég hef engin einföld svör við því hvers vegna sumir þjást og aðrir ekkert eða minna. En ég hvet ykkur og mig sjálfan, okkur öll, eindregið til að skoða þessa baráttu, þetta líf okkar í stærra ljósi, í stærra samhengi, í ljósi hinnar stóru sögu Guðs. Að við lítum á lífið, þennan skóla hér á jörð, þessa örfáu daga af eilífðinni, jafnvel þó við náum 100 ára aldri, er það bara brotabrot. Ef við lítum á þessa daga á jörðinni sem upphafslínur í stórkostlega stóru og viðamiklu verki Guðs. Þetta er bara byrjunin, þetta er bara upphafið á einhverju sem er miklu stærra, miklu meira. Páll segir í 2. Korintubréfi 4. kafla: Fyrir því læt ég ekki hugfallast, jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skammin og léttbær og aflar mér eilífðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt, en hið ósýnilega eilíft. Þessi skóli sem að einmitt gefur okkur mörgum hverjum á mismunandi stóran og mikinn hátt
erfiðleikana og við finnum fyrir þegar við vorum hún eldri og á kroppnum okkar. Og ytri maðurinn, líkaminn hrörnar, en innri maðurinn, sjáðu, hann endurnýjast dag frá degi. Þar erum við að læra. Það er innri maðurinn sem í þessu ferðalagi, andlegu ferðalagi til kærleikans. Líkaminn bara gefin okkur stundarbil, skamminn, bara upphaf, þetta bara upphaf stef tónverksins. Ef við lítum á alla áætlun Guðs með líf þitt og líf mitt og líf okkar mannkynsins, þá lífið hér á jörð, þessi skóla okkar hér á jörð, bara eins og upphaf stef á stórkostlegu tónverki. Þannig að við gefumst ekki upp, við látum ekki hugfallast, því að jafnvel þó að ytri maður hrörni og hann gerir það og við finnum fyrir því. Og það ekkert rosalega þægilegt. Það bara ekki þægilegt. Þessu þrenging skamminn og í stóra samhenginu hún léttbær. Hún bara stundar fyrirbrigði og afla mér eilíðrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Það sem við horfum til að fara á kaf inn í allt tónverk Guðs, allt sköpunarverkið hans. Hans plan, hans áætlun svo miklu stærri. Jú, hann hefur áætlun fyrir okkur hér á jörð, en hún miklu stærri en það. Þess vegna tökum við undir með Pálus og ég horfi ekki. Ég ætla ekki einu svona að horfa á þetta sýnilega sem hér bara stundarsakir. Það stundlegt fyrirbrigði. Ég ætla að horfa á hið ósýnilega. Hið ósýnilega sem við ekki sjáum nú eilíft. Þjáningar þínar, þjáningar mannkyns ekki endir sögunar. Þær eru upphaf stef í mikilli sögu sem Guð að skrifa. Ég minntist á og hef minnst á nær dauðareynslu. Ég er búin að vera að rannsaka hana mjög mikið og ennað, og eftir að segja ykkur sögur úr þeim ranni, frásögur fólks sem að staðfesta nákvæmlega þetta sem ég að segja núna. Stórkostleg fyrirheit Guðs, stórkostlega symfóni, stórkostleg tónverk. En við sjáum það ekki, og þess vegna hugsum við gefið því ekki mikið gaum, en Páll að hvetja ykkur hér til þess að horfa til þess. Og það ekki bara það sé eitthvað sem í framtíðinni, heldur þessi skóli sem við erum í, og þetta að jafnvel þó við hrörnum í ytramanninum, að þá endurnýjast innri maðurinn. Þannig að hvatning mín núna Guð að skrifa sögu, hann að skrifa tónverk. Þú hluti af þessu tónverki, þessari sögu, ég hluti af því, hver einasta manneskja á jörðríki hluti af því. Hann þráir aðeins að hvert og eitt okkar, sé hluti af þessu fegurð, þessu fallega tónverki hans. Og hann gefur okkur tækifæri til þess að þroskast, til að vaxa, til að dafna, til að læra í þessu skóla lífsins, dag frá degi, að okkar innri maður endurnýjist. Þetta andlega ferðalagið okkar. Þess vegna ég með þessa þætti hér. Þess vegna þú að gera eitthvað til að rækta þinn innri mann. Við erum að reyna að hjálpa hvort öðrum, vekja hvort annað til meðvitundar og hugsunar það að lífið svo miklu stærra og miklu meira heldur það sem við sjáum í þessu sýnilega í kringum okkur sem ekki alltaf gott að sjá. Þetta hvatning mín í mólanum, svolítið öðruvísi móli en mikilvægur fyrir lífið okkar. Jæja, Póstulasagan. Við erum í 14. og inn í svona 14. kaflanum kannski aðra í dag. Þeir postularnir tveir, Páll og Barnabas, þeir eru búin að fara í sína fyrstu trúboðsferð, kristniboðsferð til Galatíu, og þeir skilja hópin eftir, eða hópana eftir kirkjurnar í góðri umsjón öldungana, muniði, eldra fólks sem að sinnti söfniðinum. En þeir fóru, þeir héldu heim á leið, og þeir heimsóttu ekki aftur þessa hópa fyrir að mistjóðst í 2 árum liðnum. Þannig að
eftir þess að þeir kannski stoppuðu örstutt nokkra mánuði á hverjum stað og síðan hurfir að braut og hóparnir fólki sá hvorki tangunni tetur af raunverulegum postulum eða trúboðum næstu 2 árin. Fagnaðarerindi sem Páll og Barnabas predikuðu var svo kröftugt, svo auðugt og ríkt af því sem þurfti til þess að hafa áhrif á lífið og breyta lífi fólks, að þetta fólk komst af án þess að hafa nokkura kennara á meðal sín einhverja sérstaka eða postula eða án utan að koma til aðstoðar. Þeir bara lifðu þetta af í trúnni og þeir uxu og döfnuðu. Boðskapurinn nefnilega fagnaðarerindi Krists kröftugt og máttugt og róttækt. Þetta fólk sem hafði verið hjátrúarfullt, sjálfhverfu og óhamingjusamt, því að þetta var ekkert sældan líf. Í mólanum var ég að tala um kannski erfiðleika okkar í dag. Þetta var puð og þetta lifði fólk ekki lengi eins og við vitum, vegna þess að lífið var erfitt. En Guðs andi og fagnaðarerindi Krist blés þeim í brjóst djúpun kærleika. Og þarna lykillinn aftur, muniði. Skólinn, kærleikurinn. Guð úthellir kærleika sínum í hjörtu fólks og fyllti þau öll geislandi gleði og fögnuði yfir Jesú Kristi. Páll og Barnabas höfðu gríðarlega áhrif með ferðum sínum á þessum svæðum og nú eru þeir á leiðinni heim og þeir koma við á þeim stöðum sem að þeir höfðu verið fyrr á og leiðin tilbaka sem höfðu komið fyrst á. Frá Antíókíu í Pisidius nú að þeir aftur til Pamfíliu, þessara mjóu strandsléttu sem liggur milli Miðjarðarhafsins og Tárusfjallana. Þeir heimsækja Perge aftur og ganga inn gríðarlega stóra borgarhliðið frá hellenísku tíma sem þar var. Háir turnar sikkur megin. Og þeir taka aftur við að predika fagnaðarerindið. Þeir halda síðan áfram, yfirgefa Perge, ferða stutta leið til strandborgarinnar Attalíu við Pamfíliuflóa og frá Attalíu sigla þeir aftur til Antíókíu í Sýrlandi, sem Antíókía sem þeir voru sendið frá, borgin stóra sem þeir höfðu verið sendið frá upphafi. Þegar þeir koma aftur tilbaka á heimaslóðir til Antíókíu, þá kalla þeir saman samfélag trúara, kirkjuna á staðnum og segja frá öllu því sem Guð hefur verið að gera og sem hafði gert í þessu ferðalagi þeirra. Og nú dvelja Páll og Barnabas og hvílast og hlaða batteríin í Antíókíu í Sýrlandi í það bil 1 ár. Það sem að gerast í kringum þau og í rómverska heimsveldinu á þessum tíma, í þetta tímabil sem þeir eru þarna komnir tilbaka og hvílast, þá það sem Kládíus keisari gefur út tilskipun í Róm að gyðingum skuli vísa burt úr borginni eilífu, þar sé Róm. Það fá mig kaffi, smá hæsi hérna í mér. Gyðingarnir hafa að hans mati valdið á óeirðum vegna ólíkra skoðana sinna, þar að segja gyðingar í Róm í borginni eilífu voru ekki sammála Jesú og áttu til að rífast og þræta þar að Kristur væri ekki Messias og svo fara með þessum. Og margir kristnir gyðingar enda á því að yfirgefa borgina. Þeir neyðast til að yfirgefa hann og flýja. Því að og þá kemst aftur róa með gyðingarna, því það var Kristur sem var ástæðingasteinnin, eins og kemur svo skýrt fram í Nýja testamentunum. Og það var þeirra boðskapur hinna kristnu gyðinga sem álitu Jesú sem Messias, sem hafði valdið þessu uppnámi og raskaði hinum margumtalaða Pax Romana eða rómverska friði. Og það gerðu þeir með því að boða Jesú Krist í samkunduhúsunum. Nú, þetta var tilskipun frá Kládíusi og þeir fóru. Sumir hinna brott reknu gyðinga flýja nú til Korintu í skattlandinu Akaiu, sem söðu Grikkland, og sumikar hafa kannski komið til Korintu í dag. Þar eru fornminjar og
og Leifar frá þessum tíma gríðarlega gaman að koma og skoða þar í Korintu. Og því sem að munið að Páll átti eftir að koma þarna og síðan skrifa bréf. Við erum með fyrra og síðara Korintubréf í Biblíunni. Það talið að hann hef skrifað reynda fleiri en sem ekki varðveittust á sama máta og ekki hluti af Nýja testamentinu okkar. En þarna þessum tíma eru fyrir hjón Akvilas og Priskila. Þau koma að flytjast þarna yfir. Það er talið líklegt og þau eftir að koma við sögu síðar, en það er líklegt að hjónin hafi verið stödd í Jerúsalem á hvítasunnuhátíðinni. Munið þegar hvítasunnuhátíðin var og heilugum anda var úttelt og þeir fóru út á göturnar og 3000 manns tóku trú, og þegar Pétur predikaði fagnaðarerindið, og það er alls ekki ólíklegt að þau hafi mitt verið þar. Þau voru gyðingar og þau hafi verið í borginni heilugu í Jerúsalem og heyrt boðskapinn, og þau voru allavega höfðu meðtekið Kristi Jesú sem sinn Messias. Og þau eru í hluta þessu fólki sem að fer þarna yfir til Korintu. Þau fara til Rómar og aftur til Korintu með þessum hópi sem þarna flyst. Og þau átti eftir að koma við sögu. Þau átti eftir að taka á móti og vera stór hluti af söfnuðunum í Korintu. Sjáum það í köflunum sem framöndan eru. En vegna þess hve mörgum gyðingum hefur nú verið vísað frá Róm, þá líta heiðingjarnir í öllu rómversku rínlindurum þá enn meiri svona tortryggnisaugum. Þetta eru gyðingar en þeim var hent út úr Róm. Þetta var til þess mótstaðan í bæjunum og borgunum í til dæmis síðari trúboðsferðum Páls 2 og 3 var jafnvel enn meiri í hugum þeirra sem voru hvorki gyðingar eða kristnir, að því að þeir sögðu það er eitthvað að. Þegar þeim er hent út úr Róm, þá ákvar ættu við að meðtaka þá, ákvar ættu við að hlusta þá. Þannig að, en það var ekki annað en það eins og ég segi að þessi friður sem að Pax Romana sem að hafði verið á að það var kyrrð og ró og ríkti samkennd í öllu rómanska heimsveldinu, það að boða Jesú Krist, það olli uppsteyt. Og það voru hini gyðingarnir sem ekki maður tóku Krist eins og ég segi, sem að voru lítthrifnir, og þeir voru alltaf að takast á þetta málefni. Svo að þeim var hent út, svo þeir hurfu á braut. Og nú erum við að koma inn í 15. kaflan þar sem að talað postulafundin mikla í Jerúsalem sem áður hef minnst á pínlítið, og við ætlum að láta staðanumir hér. Þetta er svona styttri þáttur núna, bara rúmar 20 mínútur, en ég vona að gefa okkur eitthvað til að hugleiða og hugsa Þakka til að halda áfram í næsta þætti. Kæri vinur, nú ætlum við að ljúka þessu eins og venjulega, biðja að Faðir voru saman fyrir þau ykkar sem að viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.